Úr hvölum yfir í þyrlulækni og dósent í læknisfræði sem hefur afar merkilegan áhuga á hvölum og sjóveiki. Ég byrjaði að vinna sem læknir á þyrlu Landhelgisgæslunnar og þá fékk maður náttúrulega að kynnast sjónum og sjómönnum og fór að átta sig á því að tíðni slysa er náttúrulega há út á sjó og hún reynist vera líka há meðal sjómanna þá þegar þeir eru í landi. Og ég fór einmitt að tengja sem sagt sjómennskuna og slys á sjó og vandamál á sjó við einmitt sjóveiki og þannig kviknaði þetta nú allt saman. Rannsóknir Hannesar beinast að hlutverki innra eyra mannsins í stöðustjórnun á sjó. Hann vill sjá hvernig hvalurinn hefur leyst sín vandamál í því óstöðuga umhverfi. Hvalurinn er dýr sem bjó á landi og hefur eflaust þjáðst af sjóveiki þá hann fór fyrst úti fyrir þetta kannski 80 milljón árum síðan og væntanlega hefur hvalurinn orðið sjóveikur og til þess að átta sig á því hvernig hann leysti það vandamál að þá fór ég að velta fyrir mér eitthvað þarna sem við getum lært og notað til þess að þá að hjálpa manninum sem óhjákvæmilega vegna starfa sinna eða ferðalaga þarf að ferðast á sjó eða þá líka því að þetta á þá við í rauninum alla hreyfiveiki hvort heldur sem er í bíl, flugvél eða skipi. Og þetta er sem sagt miðeyrna vökvi hérna. Og það sem ég ætla að gera við þennan vökva og það áhugaverða við vökvan er þetta inniheldur vökvinn sem sagt efni eða frumur sem benda til þess að það sé krónísk bólga. Leyst hann þetta sem sagt í upphafi sem einhvers slags svar við krónískri bólgu. Nú síðan tökum við búlluna eða þessa beinkúlu. Þannig að hér er innra eyrað. Inn í þessu er sem sagt kuðungurinn, liggur hér og svo er það allt líffæri jafnvægiskynsins sem koma hérna upp, bóggöngin og annað slíkt. Og það er fyrst og fremst sem sagt þessi jafnvægiskynshluti sem ég hef áhuga á. Vonandi geta þessar rannsóknir á hvalnum hjálpað íslenskum sjómönnum.